kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í sjávarútvegsspjall og með mér í dag eru Björn Ólafsson úr Keflavík og Mosfellsbæ og Jón Kristjánsson fiskifræðingur. Og við ætlum að ræða mál sem að okkur dálítið mikið í mun að tala þessa dagana. Það náttúrulega veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir hálfu mánuði síðan og hvernig við erum að halda á stjórnun fiskveiða og hvað við viljum láta veiða mikið með skynsumum hætti úr fiskistofnunum. Getum við gert það öðruvísi heldur en að Hafrannsóknastofnun að leggja til eða þurfum við að gjörbreyta öllum vinnubrögðum og okkur kannski óhætt að veiða miklu meira í sumum tegundum heldur en við erum að gera bara með hagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi. Getum við náð meirum verðmætum út úr hafinu og þú byrjar á því, Jón, að svara því. Getum við það? Ójó. Já. Það náttúrulega svona þegar tegundir eru kvótabundnar og menn halda þeir geti ákveðið stofnstærð. Já. Þá eru menn að leita ákveðnum tegundum svo fá þeir einhver annað með sem þeir hafa ekki kvóta fyrir og verða að henda því. Hvernig segir hann að þessar veiðar eru mjög óhagkvæmar. Best væri ef að menn vilja stjórna sókninni sem þeir segja sé of mikil. Hvað sagði Steingrímur Hermannsson, hann sagði flotinn var 68,7% stór. Já. En ef að menn vilja stjórna veiðum og sóknin of mikil, þá stjórna þeir sókninni. Já, já. Þetta... Og þá ertu náttúrulega bara að eiginlega boða það að menn mundu stjórna með sóknardögum. Já, við höfum fyrirmyndina í Færeyjum, þeir voru rosalega ánægðir með sína sóknardaga. Þá það þannig að þeir gefin dagafjöldi eftir skipaflokkum, það eru sko margir flokkar, það línuveiðar, stóri línubátar, það eru smáir togar og stóri togar. Og það var þá gert þannig að þeir fengu ákveðin daga fjölda hver bálkur eins og ég kalla þetta bálka. Já, já. Og þá deildu því upp á milli sín og á þessum dögum þá fengu þeir að veiða það sem þeir vildu eins mikið þeir vildu án tillit til tegunda. Það þýddi það að öll verðmæti kom í land. Það var engin hvati til brottkast. Nei, það var hvati til þess að hirða allt. Skítfiskur kannski fór fyrir borð og svona, eitthvað óseljanlegt drasl. Týndast ekki á og svoleiðis. Já, ég veit það ekki eftir hvernig markaði fyrir hluti. En það var engar hömlur, það var allir mjög ánægðir með þetta. Og síðan, og fiskifræðingarnir voru með í því að semja þetta kerfi fjöldabáta, þetta fóru til vélastæðir og svo framvegis í ýmsum þáttum og þá hestafla fjölda og guð má vita hvað. En svo þegar fóru að líða á og þeir veittu alltaf meira heldur en ráðlagt var, þá fóru að fara fræðingarna og þeir fóru að draga, þeir fóru að loka svæðum og leggja til fækkun daga. Og sjómenn voru náttúrulega á móti því. Og árið 2001 þá leggja til 36% niðurskurð á dögum. Þá hafði ráðherrann frétt af mér í gegnum Ólaf Olsen, fyrrverandi ráðherra sem hann var hérna á Íslandsstofurunum. Og hann fékk mig til ráðgjafar og ég fór yfir þessi gögn og það var mjög skemmtilegt að fara yfir gögnin frá Færeyjum vegna þess að í kringum eyjarnar eiginlega einn stofn, hann ekki margsamsettur, hann allur svipaður. Já.
Og ég sagði við hana, ég myndi nú ekki skera niður, ég held að sé allt í lagi að bara halda sínum dögum. Og hann fór eftir því. Og það var uppi, þeir eru margir leiðir yfir því, ekki sjómennirnir. Og árið eftir að gerist það sama, það skorað 36% niðurskurður. Og ég sagði hann ekki skera niður og aflinn jóst, við veitum, þeir veitu 70.000 tonn af ufsa. Já. Já, þeir eru með sérstaka ufsatogara. Já. Svo sé ég það seinast árið að fiskur farin að horast mjög. Svo ég legg til, það var komin nýr á þeirra, ég legg til að hann bæti við 15% dögum. Og smækki ufsariðilinn því að það var svo mikið að smáum. Og hann bara horfði á mig eins og furðuverk og skar niður 5%. Og þar byrjaði kreppan, það fór alltaf minkandi. Svo þegar fiskifræðingarnar, þeir náttúrulega og voru ósáttur við þetta og einn þeirra hringdi hérna í útvarpið og sagði að ég hefði eyðilagt fiskið með því að láta það eyða mikið. Já. Og ég get svarið það að ég bara hef aldrei komist upp út úr því. Nei, ég meina þetta ekkert grín. Nei. Og þetta var bara rámt. En það sagði einn Íslendingur sem þarna á skipinu, hann sagði ég mæti þessum manninu og bryggja og hendi honum í sjóin. Já. En hvað það að ég myndi vilja láta gera þetta vegna þess að þú veist ekkert og stýra svo hætta þessum röllum að því það kostar óbúslegt fé. Já. Eina sem þú þarft að taka sín úr aflanum, fara eitt hring í kringum landi með einu skipi eins og það gerði áður og taka síni sem það að segja hvernig holdafarið, hvernig vöxturinn, hvernig lifraþungin og svo framvegis og nota það ef að fiskur fer að minnka tankinn sinn, minnka lifrina og horaður, þá of lítill matur fyrir allt þetta lið. Og það verður að bæta í dögum eða hvað þú vilt hafa eða minnst að ekki vera að draga saman. Það hefur aldrei gefist neinstaðar nokkuð staðar vel að draga saman afla. Hann fer bara áfram niður. Já. Og þetta svona mál sem að maður... Kannski, Jón, af því að það hrundu þorskveiðar 1900 í Noregi og þeir fóru að fiskifræðingarnir þar að ráðleggja stjórnmálamönnunum hvað mætti veiða mikið af þorski. En þeir stjórnmálamenninni fóru alltaf umfram tillögur fiskifræðingarna, 50% upp í 100%. Og þeir eldu raunverulega ráðgjöf stjórnmálamannana. Já, og náðu að veiða á síðasta ári 1100.000 tonn. Nei, það var ekki svo mikið síðasta ári, en þeir eru búin að skera niður núna. Já, þeir eru búin að skera niður 30% á milli ára, en þeir komust upp í 1100.000 tonn í fyrra eða hitt í fyrra. Og svo verður það aðtúa það líka að Barentshafið er eina svæðið það sem ekki stöðugur niðurskurður. Það stendur mjög vel, það að segja að það mikið veitt eins og þú segir. Fyrir utan, það mikið af svörtum löndunum og svo vitum við ekkert hvað rússarnir að gera. Þeir veiða mjög smáan fisk af því að þeir blokkfristan. Já, og þeir eru með smarri ríðir. Já, þeir eru með klettarvörpur yfirleitt. Já. Og þetta bara gengur ágætlega. Allstaðar, annarstaðar afli á niðurleið og í Norðursjór þorskaflinn komin niður í 5% af því sem hann var áður en farið að vera stjórna í kringum 1970-80. Það er búið að loka Eystrasalti, það er búið að loka Írskahafinu og fleiri stöðum þetta bara sveipur hjá sjón. Og þetta eiginlega aðferðafræðin sem að Íslenska Hafrannsóknastofnunin að fara og fylgja í kjölfarið. Já, og það er náttúrulega ótrúlegt að horfa upp á það að þeir vita það að fiskurinn horaður. Sjómenn sjá það. Já. Og hérna... Hafra og vita. En þeim alveg sama. Skýrslur þeirra segja að einstaklingurinn sé að horast á milli ára. Já.
það bara kemur fram þegar að þeir voru að kynna ráðgjöfunina núna fyrir hálfu mánuði síðan, þá voru þeir að segja frá því að hver einasti árgangur væri, sérstaklega yngstu árgangarnir, væru að léttast. Já, og þá vilja veiða, leggja þið til minni veiði eins og það hafa gert í 40 ár. Það er algjörlega að mínum mati öfugt í það sem á að gera. Björn, hvað segir þú um þetta? Já, þetta er nú ekki, sko Jón er náttúrulega svona mini-Hafró, og hefur náttúrulega yfirburða þekkingu á þessu sviði með mig, ég er útgerða tækni, veit frekar hvernig á veiða fiskinn heldur en það, en ég hef reyndar kynnt mér í áratugi og mjög lengi Hafró og starfsemi. Ég náttúrulega byrjaði hjá Hafró 16 ára og var á Bjarnasæm. Já. Og síðan þá ber ég mikla virðingu fyrir starfinu sem Hafró allana hefur verið með og trúið sér enn þann dag í dag og sá náttúrulega þennan óbóðslega gagnagrunn sem er búin að byggjast upp þarna. Já. En svo náttúrulega er sorglegt hvernig hann er kannski nýttur, þessi miklu gagnagrunn og þessi þekking. Og það sem ég dettur fyrst í huga, ég held að númer 1 og 3 sé að Hafró verði alveg skorið upp og tekið til bara gaggjara rannsóknar og hvað sé í gangi þar. Já. Sagan lýgur ekkert. Þeir í 40 ár hefur heyrt sama svanasöngin. Já. Og engu breytt. Nei, engu breytt. Og niðurstaðan, ef ykkur hún versnar. Já, já. Og þannig að ég held að vera grundvallar atriði til að segja þetta stækka pottinn og veiða meira. Það er að breyta starfsháttum og þetta í Hafró. Einhverjum vinnubröðum. Ég held að það sé rosalega margt að þarna. Og pröfa að fara einhverja nýjar leiðir, pröfa eitthvað öðruvísi. Já, ég held vanti alla nýsköpun og dýnamík í Hafró. Ég skrifaði um þetta að mér finnst að forstjórastaðan, hún gengur í erfðir. Já. Þau eru búin að vinna svona lengi í Hafró, þá vinnur þau upp og tekur við sem forstjóri. Það bara sagan segir það. Þeir hafa allir unnið nema sá sem var rekinn. Hann endist í 5 ár. Já. Og hver var ráðinn? Það er maður sem búin að vera þarna í 20 ár og var komin inn í ráðuneytið. Já, og var rekinn frá Hafró. Já, ég vissi það ekki. Hann var rekinn, Sigurður rak hann fljótlega. Já. Og þá fór hann til ráðuneytið svo í LÍU og svo kom Kristján og réð hann. Já, Kristján Þór, já. Our man in the government. Já, hann kemur náttúrulega úr ráðuneytinu og tekur við. En þeir hafa allir stammert að vera eiginlega aldrei upp að í stofnunni, Jú, það má alveg fara aftur í Jón Jónsson. Já, eða jafnvel Bjarnasæm og Árna Friðriksson. Og þetta var allt svona. En þeir voru með Bjarni og Árni voru báðir með allt aðra sín. Já. Er það ekki bara þessi menn voru 1, 2 og 3 fyrir áhugan og Já, þeir voru líffræðingar og þeir skildu þetta. Bjarni satt á lúgunni á Skallagrími með smásjóna og skoðaði fiska. Já. Og skrifaði mikið og það mjög gaman að lesa gömlu bækurnar hans. Það er alveg heilmikið að gaman. Við vorum á sílda við þarna henni í Djúpi 1913 held ég. Þegar skrifaði það stórkallalegt að þetta væri nú ekki hægt að pólitíð stæði sig illa því að þorskurinn og hann væri að éta bæði ýsu og þorskseiði. Og ýsa þessi helvíti skónga, hún var líka að éta þorskseiði til að hefna sín á kvikindinu. Já, borga tilbaka. Já, og það var engin gæsla á þessu, þetta var algjör óstjórn. Og nú er þessu neitað að fiskur éti undan sér. Já, það er jafnvel sorglegt þó maður sé með myndir, eigi fullt af myndum bara frá vertíðin í vetur, þar sem menn voru að senda manni myndir af það sem var í maga þorsins. Já.
3-4 þorskar jafnvel. Já, í hverjum þorsk. Í hverjum þorski sem maður sá, hún náttúrulega teknaði sjálfsagt myndir af þeim þorskum þar sem að voru 3-4 misi stórir fiskar. Þessi togaramenn sem ég á, það eru settið 5 fiskar, bara teknar úr staflanum og þeir eru ekkert ristir. Kútaðir bara. Svo eru kútað á og þá koma 4-5 kílós fiskar út úr það. Já. Það er svona. En sko þetta er svona. En það sem skortir, það er alla líffræði kunnáttu að eins og að gefa það að sé sömu afföll á öllum fiski 20%, sama hvort hann er 2 ára, 3 ára eða 10 ára. 10 ára, já. En það er náttúrulega ekki svoleiðis í lífinu. Af ungum eru mest afföll. Já. Svo minnka þau sem dýri stakkar og kemst frá því að vera étið og eru sennilega lægst miðja ævina. Síðan fyrir að hallunda fæti eins og hjá öllum gamlingjum. Þá fara þeir að týna tölunni. Já, því annars finnum við náttúrulega, þetta væri svona, þá finnum við 200 ára gamla fiska. Það er ekki þannig. Nei. Þetta eru þeir búin að halda í hjá Alþjóða Hafrannsóknastofnuninni fyrir allar tegundir í áratugi. Það er svo þægilegt að hafa þetta svona. En svo komist þeir að því núna, þeir héldu stóran fund að dánartala hjá makríl, náttúrulega það sem er að það sem við köllum sjúkdómum elli og það sem eru étnir og ekki veitir, allt það sem er ekki veit, það heitir náttúrulega dánartala. Að hún væri miklu hærri heldur en höfðu gert ráð fyrir og hún væri breytileg eftir aldri, eftir árstímum og stærð. Já, og fer þetta ekki eftir öllum skilyrðum í hafinu? Jú, þetta var í fyrsta skipti sem maður sér svona. Að þeir játa þetta? Já, þeir voru að birta þessa skýrslu bara fyrir 2 dögum. Já. Og það kemur í ljós að makrílstofninn hefur verið stórlega vanmetinn. Vanmetinn? Já, af því að veiðiálagið var ofmetið. Já. Það var ekki veitt svona mikið eins og þetta, þannig að veiðin representeraði ekki nema allt annar hluta stofninn. Það var meiri afföll af völdum náttúrunnar. Heldur en af veiðinni. Já, svo sést það til dæmis í Eystrasalti að þar þó að sé bannað að veiða, þá eru dánartalan talsvert há. Þó enginn sé að veiða, hún er hærri heldur en menn héldu. Já. Sama var við Nýfundarland. Þegar að veiðibanni var sett á, þá var dánartalan 50-60%, en þeir héldu hún væri bara 20%. Já, gefur það ekki auga leið í allri náttúrunni að það er misjafnt á milli ára og bara grasi hvernig það vex. Ég meina okkur finnst það, öllum venjulegu fólki finnst það, en þeir eru óhaganlegir. En þeir eru með einhverja fasta tölu, 20%. Já, það er náttúrulega mjög þægilegt að vera fasta tölu. En er þá ekki allt ónákvæmt sem þeir eru að rannsaka? Ég komst í svo feitt þegar ég fór að skoða Færeyjagögnin. Já. Það er nefnilega alltaf saman sóknin, eða það er frá dragurinni núna þegar það slokað, að saman sóknin en mismundi dánartalan eftir tímum. Já. Og megum við fá núna fyrstu myndina. Við gætum fengið tæknimaður fyrstu myndina. Já, hún er komin hérna. Já, hún er komin. Við sjáum það að árgangarnir eru með mismundi litum, þannig að 3 ára rauður, 4 ára grænn og svo framvegis. Já. Og þetta er dánartalan, hún er þarna á vinstri ásnum. Við sjáum það að hún er fyrir 3 ára fisk er hún kring 0,3, hún fer alveg upp í 0,6. Svo er athyglisvert þarna stóri toppurinn í miðjunni að þar sjáum við dánartalan á 3 ára fiski er 0,35, hún er 0,6 á 4 ára fiski og hún er 5 á 7 ára fiski og ennþá hærri 1,2 á 6 ára.
Þetta hefur alltaf verið túlkað þannig að það er sko meiri sókn í fiskinn séðan en stóra því hann ánendjast betur. Menn vita að það litli fiskurinn fer í gegn. Já. En svo sjáum við tölur þarna kringum 94. Þá eru allir þessir árgangar með sömu dánatölu. 0,45. Þá myndi, ef við drögum frá 0,2, þá myndi veiðidánatalan vera 0,2, eitthvað svoleiðis. En við sjáum það að það er mismunandi milli ára. Sko, þegar allir fiskarnir eru hérna litlir, þá er dánatala, þó er þessi mismunandi gamlir, þá er allir með sömu dánatölu. Og sjáum við nú okkur er það. Uppi fyrir ofan þessi puntalínu, það er vöxtur á fiski. Það segja hversu mikið 4 ára fiskarnir þyngjast milli ára. Í góðu vaxtarskiljurum þá dettur náttúrulega dánatala niður. Já. Nokkurum árum seinna, þegar það dregur úr vexti, þá hækkar hún. Og þar á meðal ertu raunin að segja að það er engin trygging fyrir því að stór hrygningarstofn skili af sér hérna góðri nýliðun að segja þveröfugt. Já, nú við sjáum það á eftir í framhaldi af þessu, en við sjáum það að stóri fiskurinn er með hærri dánatölu og akkur er það í lélugum skil, hann þarf meira að éta. Já. Og þess vegna verður þetta svona. Ef hann kíkja þess á næstu mynd. Já. Þetta er Færeyjadæmið sem er presenteruð á ráðstefnu 1994. Þá sjá þeir það að það er að minnka vöxturinn. Þyngd eftir aldrei 6 ára er 6 kíló og hún fer niður í 3,5. Hún er stöðugt niður. Minnst minnkunin er hjá 3 ára fiski. Og þeir voru að reyna að finna hvernig stendur á þessu. Að það er að minnka vöxturinn í öllum aldursflokkum. Og það er náttúrulega klart að 5 ára fiskur, hann er búinn að safna upp sínum vexti í 5 ár. Já. Þannig að hann er bæði búinn að lifa góð ár og slæm ár varðandi fæðu. Já, já. Mér datt það í hug að taka þetta öðruvísi, að sjá hvað 4 ára fiskarnir voru þungir þegar voru orðnir 5 ára árið eftir og setja það upp í tímalínu. Já. Og þá sér maður ótrúlega hluti. Má ég fá næstu? Fá næstu mynd. Þá sáum við það að vöxtur þorsks, hann er svona, hann er breytilegur. Við sjáum það að 74, þá var það mjög mikill. G3 er 3 ára fiskur, G4 er 4 ára fiskur. Og vöxturinn er að sveiflast mjög mikið með tíma. Já, já. Ekki satt? Hann er mjög góður, hann er 92, svo dettur hann niður 95. Og þetta var þetta var hægt að sjá með því að splitta þessu upp. Já, skoðu næstu. Næstu mynd, já. Þá sjáum við vöxt og nýliðun. Vöxturinn er blár. Já. Og þegar að vöxturinn er góður, þá er nýliðunin góð. Þegar að vöxturinn er lélegur, þá er nýliðun léleg. Já. Og þetta er mjög reglulegt og mjög gott samræmi í þessu. Já, við sjáum það. Er það ekki vísvitandi að hrygning heppnast illa ef fiskur er horaður og hefur ekki nóg æti? Já, ekki hrygningin sem slík. Nei, undirbúningur fyrir hrygningu. Heldur útkoman úr hrygningur. Útkoman, já, já. Bara ferlið. Já, við skulum sjá næstu. Næstu mynd, já. Þarna sjáum við, sem sagt, þarna sjáum við nýliðun og hérna hrygningarstofn sem er rauður. Þá sjáum við það að þegar hrygningarstofn er stór, þá er nýliðunin léleg og öfugt. Þetta harmonerar allt saman.
Það er ekki hægt að segja annað um þessa mynd. Það er öfugt samband á milli hrygningarstofns og nýliðunar. Það kemur mest út úr litlu hrygningarstofnunum. Akkur er það að því það er pláss fyrir meiri fisk. Já, það heppnast Já, ég meina, geta menn eitthvað neita svona gögn? Nei. Hafró gerði það. Já. Ef hann taka einu enn. Jón, útskýrðu þessa mynd sem Já, þessi mynd er mynd af stofnstærð eins og þeir reikna. Það sem þeir reikna náttúrulega stofnstærð með þessum sömu villum sem við erum búin að tala um. Já. Breytileg dánatala. En samkvæmt þeirra tölum þá er þetta stofnstærðin og það vöxturinn er mældur. Já. Og stofnstærðin er meiri ágiskun. Þá sjáum við það þegar stofnin er stór, þá er vöxturinn lítill. Þegar stofnin er lítill, þá er vöxturinn góður. Og þetta er í gegnum gangandi alltaf. Og því skildum við ekki taka mið á þessu og hafa hrygningarstofnin lítinn, vöxtinn góðan og aflan meiri. Ég segi svona. Já. Eina leiðin til þess að jafna sveiflur í náttúrunni, það er að taka upp hnífinn og skera. Já. Ef að kindurnar eru svelti út af heili sem að voru að slátra þeim. Þú getur ekki keypt meiri lömb. Nei, ef þú hefur ekki stærra Kaupa meira hey. Já, en ráðunauturinn sagði þeir að kaupa fleiri lömb til þess að einhver lifðu. Já. Þetta er sama hugsunin og það er ótrúlegt að við erum búin að benda vísindastofnun á þetta í 40 ár. Og þeir hlusta ekki á þetta. Þeir hlusta ekki á þetta og núna neitaður og þeir núna eru þeir að skera niður í staðin fyrir þeir ættu kannski að tvöfalda þorskaflann. Þá hefur nú sveigurum heldur betur í handfæraveiðar. Já, ekki bara í handfæraveiðar, þú getur bætt við bara í gjaldeyrisöflum fyrir þjóðina kannski 500 milljörðum. 50, já, segi kannski ekki 500. Heilli þorskvertíð. Já, ég kannski segi það ekki á einu bretti, en 50-100 miljardar í viðbót inn í þjóðfélagi mundu skipta verulegu máli. Já, hætta þessari vitleysu að deila um það sem vera rugla allt kerfið og eyðileggja stofnin. Og við erum ekki bara að tala um þorsk. Nei. Það má veiða meira bæði ísu og ufsa og öðrum tegundum. Jafnvel karfa og... Þess vegna segir maður það, botnfiskveiðar eru bara í bara sóknarmarki. Já, það má alveg. Og stóru útgerðina fá hverju marga daga. En við skulum muna núna að þessi slagur sem er í Alþingi og hvernig þeir verja stóru útgerðina, það er að segja að afneita öllum breytingum. Já. Það er líka vegna þess að þeir vilja hafa ákveðna skortstöðu. Já, það er náttúrulega freistandi að geta leigt frá sér þorskvóta á 500 krónur kílóið. Já, og svo segja líka... Plús veiðigjöldin sem þeir þurfa að borga. Það er svo gott að hafa svona mikið af fisk í sjónum, þá er svo auðvelt að ná í hann. Já, en það er bara ein tegund sem að er eins og virðist vera í dag, sem er nóg af, það er aðalega þorskur. Það gengur illa að ná ufsanum. Við erum ekki búin að veiða nema 27.000 tonn af 60 eða 56.000 tonnum af ufsa á fiskveiði árinu og það er að verða búið af því að það getur engin veitt ufsa af því að það er svo mikið af þorski með. Já, en sko Færeyingar, þeir veiða ufsa eingöngu í tilheimingu. Já. Þeir veiða, ufsin veiðist ekki. Það þekkist ekki á Íslandi að vera með tvílemminga. Nei. En auðvitað gætum við tekið það upp. Ef það væri eitthvað frjálsræði. Ef það væri eitthvað frjálsræði, já. En væri ekki tilvalið til dæmis bara núna til pröfu í 1 ár eða 2 að taka ufsa bara út úr kvóta og gefa bæði handfærabátum og öllum vertíðabátum og netabátum og togurum leyfi til að
veiða bara frjálst að ufsa og sjá hvað kæmi út Ég úr því. lagði einu sinni til árið 2000 þegar kom eitt stór skellur, þannig að það var ráðstefna, að draga línu norður úr Horni og norður úr Skagatá og lifa frjálsa veiði þar á milli til þess að sjá hvað myndi gerast. Já, Því var mjög illa tekið. já en er það ekki það sem við þurfum að gera í Auðvitað einhverju þurfum öðru við. mæli að pröfa okkur eitthvað áfram Þú getur með nú þessa hluti? ímyndaðir það. Þú getur nú rétt ímyndaðir það. Sumir eru að tala að þurfi svona tilraunasvæði fyrir humar. Já, en vitleysan er orðin það mikil núna. Nú eru menn að stinga upp á því og Bretar búin að gera það friða 30% af miðunum fyrir togveiðum. Já, Þetta er svo mikið sko galið að það er... Og Ísland búið að samþykja Ha? það. Veit ekki Íslandingar Já, en sko, geta því allt sem ég er búin að skoða í Bretlandi, það er allstað vannveiði. Fiskur vex ekki. Og það eru flóar við hérna Skrapstur sem að var veitt hérna í gamla dag alltaf. Þangað til mönnum datt í huga friða flóan. Nú er engin fiskur í honum og engin að veiða. Þó að megi veiða. já. Já. En er það ekki arbært? Fá þeir ekki engan afla? Það er engin fiskur og engin afli. Nei. Ég hitti mann sem á þar veitingast og pappans var þarna sjómaður og veitti alltaf hana. Já. Þetta er svo skrítið. En það sem að mig langar kannski að fá hugmyndir frá ykkur hvernig viljið þið gera þetta, breyta þessu? Hvernig getum við vakið athygli á að við séum á rangri braut með hafrannsóknir á Íslandi og hvernig við vinnum út úr þeim upplýsingum sem við eigum þó til hjá Hafró. Já, eins og ég sagði, ég held að ég að byrja á Hafró. Sko, eins og ég sagði, þetta er þessi 40 ár, þá sjá allir að það gengur, þeir hafa ekki byggt upp einn einasta nytjastofn. Nei. Nema týnt nokkrum úr veiðinni. Já. Og hérna, ég held að til að, sko, þetta sé eiginlega tvö mál, sko, það er þetta kvótakerfi og svo sé það potturinn sem er úthlutaður. Já. Og við ættum að byrja á mínum viti að taka Hafró í gegn og virkilega, sko, bara með gagnrýnum hætti. Þeir verða að svara fyrir sín störf eins og allar opinbera stofnanir þurfa að gera. En ekki komast upp með það að henda bara skíti tilbaka ef einhver gagnrýnir. Já, eða bara afgreiða sem geðveikan eða síðan frá 2002 það sem kemur fram, sko, að þetta er hann Tuma Tómasson hérna, sem hann gerði bara formleg skýrsla móttökurnar sem gagnrýnendur fá. Já. Það er bara ekki hlusta. Það er eins og þessi stofnun sem er ríkinu, stjórnmálamenn drullurrættir við á. Takk öll eins og þessi náttúrulögmál sem þaðan kemur. En sagan segir þessi allt annað. Það sé bara á tíðum tóm steypa þó að líka þetta gífurleg þekking. Þið takið eftir því í umræðinu í þinginu núna að þar gorta sumir stjórnmálamenn sig af því að við séum með bestu og virtustu og flottustu Hafrannsóknastofnun bara í heiminum. Og þeir séu njóti mestrar virðingar hjá öllu háskólasamfélaginu út allan heim. Þetta var svolítið gaman að hlusta á menn eins og Jón Gunnarsson, sko. Já, þegar var verið að segja sko að það var allt í lagi að fara fram og þetta var nú ekki, sko, það er takt eftir því, það er aldrei skekkjumörkjöðun. Nei. Og þá sagði hann, já, þeir eru nú mjög virtir og þetta fer allt í eftirlit og kontról hjá Alþjóða Hafrannsóknastofnun. Þetta er allt sama batterið. Já, Hafró er náttúrulega stór hluti af ISIS. Ég veit það. Þú veist það, sko, en það vita það ekki allir þegar að vitna í Alþjóða Hafrannsóknastofnun. Þá eru við kannski með formenn í flestu nefndum þarna eins og varum árið. Í 8 nefndum eru formenn frá Hafró. En svo er annað sem að við verðum aðeins að koma inn á og það eru vinnubröðin. Það er að segja þetta togararall. Þetta var fundið upp á sínum tíma. Svo voru menn og var keyrt út, svo voru menn óanægðir með það vegna þess að þeir töldu það að honum Kristján Þórarinsson hjá LÍU hann sagði, sko, það gæti verið betra að gera þetta á haustin vegna þess að nú er fiskur að ferðast til hrygningar og hann er upp í sjó og trollið nær honum ekki.
Þess vegna skulum við hafa rallið á haustin líka. Já. Og það eru 2 röll sem kosta morðfjár. Já. Netarallið. Nei, togarrall á haustin. Sko, Já, það er, það og svo á Og svo sjáum við það, í mars. sjáum við það þegar koma niðurstöður úr því að vera sami stofn á haustin vorin, nema sumarveiðin, og það er alltaf 30-50% lægra stofnmatið á haustin. Já. Veistu hvernig stendur á því? Já, það er bara fiskur í gengin á slóðina. Hann er bara, á haustin er miklu minna lægra ralli. Það er vegna þess að þá er orðið meira líf upp í sjó, hann er komin upp í sjó. Já. Og trollið tekur 5%, nei 5 metra upp í loftið. 5-6 metra. Já, og þeir draga í hálftíma, 2 sjómílur. Fiskur fer nú ekki að fara inn í troll fyrir nættu korter. Nei. Og það er 30% kannski einhvað sem að fer undir eða yfir. Og svo er fyrir ofan heilt vistkerfi. Það er aldrei skoðað. Og það er svo mikið af þorski þar stundum að flottrollsveiðar voru bannaðar. Af því það fiskaðu svo mikið. Það er ekkert verið að skoða þetta. Þannig að stofnmatið er klárlega vanmat. Það er ekkert bara Jón sem að, ég hef lesið sko erlenda greinar þar sem að sko vísindamenn úti líffræðingar eru mjög hissa á þessum aðferðum hjá Hafró. Já. Og þetta skulle, sko, í 40 ár með sama bottroll á sömu slóð, á sama svæði. Og í hinnisetningunni, sko, þá kennir Hafró í flestu umhverfisbreytingum allt sem illa fer. Þá er að hittast í sjávar eða einhverju kallað umhverfisbreytingar. Hlýnunjarðar. Já, og með þess að forstjórinn, hann bara hefur gefið það út og gaf það bara út í viðtali, sko, að þetta væri allt að náttúran væri að taka völdin og þetta væri allt umhverfis, en á sama tíma þá gera enga breytingar og toga á sömu blettunum fyrir 40 ár. Já, án tillit til tíðafars og hitaskila og ætisgöngur. Þorskurinn að vera á sama stað ef allar þessar umhverfisbreytingar á sér stað. Já, það er alveg rétt. Þetta er sko þess að ég segi það þarf að taka þessu stofnun alveg í gegn og bara, þú veist, þetta er allt og mikil völd sem ein stofnun hefur yfir þjóðfélaginu, sko. Þetta er okkar auðlindir. Já, og þetta er lífsafkoma þjóðarinnar að stórum hluta, hvernig haldið er á þessum málum. Já, ég hef flokkað þetta sem ræfilskap hjá stjórnmálamönnum. Já, það er náttúrulega, það er þægilegt að vísa þessu bara til einhverja nefndar sem á að sjá þetta. Þegar við spurðum ráðherrana því hvað hún gerði þegar hún fengi formúlurnar. Já, fengi ráðgjöf frá Hafró. Hvort hún leitaði sér ráðgjafar annar staðar. Já. Nei, ég treysti þeim. Já. En hvað, sko, að þetta er ríkisstofnun. Já. Það er engin ríkisstofnun sem kæmist upp í 40 ár með að gera jafnmikla glóríur og þessi á þess að það væri farið í saumana og skoða hvað það væri í gangi, sko. En það eru bara gallin við alþingismenn almennt að það eru svo fáir, ef þeir eru nokkrir, sem hafa hundsvit á því hvernig Hafrannsóknastofnun vinnur eða hvernig hún haga sér. Þetta geta skipt lífskjör almennings í landinu upp á fleiri milljarða. Já, lífsafkomu og íbúðaverð og allt. Lífsafkomu, þetta getur haft áhrif fyrir félagslega kerfið, þetta heilbrigðiskerfið, löggæsluna, þetta snertir allt íslenska samfélagið, allt þjóðfélagið, og vitlaus stjórnaðari stofnun eins og Hafrannsóknastofnun getur skaðað allt þjóðfélagið
Og við Af þurfum... hverju þessi voðalega virðing borin fyrir, sko, ég skil sömuleið þessa virðingu og ég veit, þú veist, hvað hefur verið unnið þarna mikið og gott starf í gagnasöfnun og svoleiðis og ég alveg viss að, eins og Jón nefndi hérna áðan, þeir vita margir að þetta ekki allt í lagi þó þið segið það ekki, sko. Og hérna að sko, þetta svo mikil verðmæti fyrir okkur. Ja, þess vegna verður þetta sko að koma utanfrá. Já, einmitt, nákvæmlega sammála því. Það þarf að taka þessa stofnun bara í gegn og láta hana svara, þú veist bara, alveg eins og í doktorsritgerð, þú eru bara að standa fyrir máliðinu, af hverju hefur þetta ekki gengið betur? Já, já. Og hvað vandinn? Á hverju má ekki fara nýjar leiðir, pröfa nýjar leiðir? Ég held að þessi trúverðuleiki Hafrós sé ekki narði eins mikill eins og þeir halda að hann á þingi. Ég held að þessi mikilværi líffræðingur og fræðingar en Jón sem vita þetta að þetta ekki alltaf leið. Ég veit að þeir bara þora ekki að opna kjálf. Það er líka sko þetta aðeins mennskuleiki, menn skulum býta sig í það að sé alltaf sömu afföll. Guð minn almáttur. Já, það er sama spretta á grasballanum. Hvernig var þeirra stóra ból að koma hérna? Var ekki alltaf sama afföll? Það hlýtur að vera. Já. Að meðaltali. Ég á ekki til orði yfir sko, hvað stofnunin kemst upp með. Bara þetta litla mála í Hvalfirðinum, með vítisótamálið. Já. Þú veist að það fer óalítið fyrir þessu. Já. En af hverju var Hafró, af hverju var ekki umhverfisstofnun sem að tók ákvörðun og það var maður frá Hafró sem hann gerist forstjóri fyrirtækinu. Já, en það var líka út af því sko að því þeir báðu bara að fá að henda 30 tonnum, hefðu beðið að fá að henda 40-50 tonnum, þá þurfti umhverfisstofnun að gera það. En að þeir voru bara 30 tonn, þá voru það bara Hafró og þannig að þeir sáu það, þeir gátu hent 30 tonnum bara nokkru sinnum og þá var bara Hafró sem þurfti að gefa. Á sama tíma fær Hafró 100 milljón krónu styrk frá sama fyrirtæki og að biðja þetta leyfi. Ég alveg hissa að þau skulle ekki hafa farið með olíu. Það eftir engin öxlum og svo kemur kjarnin með að forstjórinn hafi þegið 12 milljónir í styrki í laun fyrir ráðgjafastörf fyrir fyrirtæki sem má tengja viðkomandi fyrirtæki sem stendur að þessu ef mann leita nú djúpt og það bara þykir allt í lagi. Og forstjórinn fekk þennan styrk, var það ekki? Já, náttúrulega Hafró hann náttúrulega í forsværi fyrir og það er engin, ég trú ekki, Jón og fiskifræðingur, hefði hann samþykkt að henda þessum vítisóta í hafi til að athuga hvort að hafi tækju við meira kolefni? Hvað segir þú, Jón, um það? Var þetta gott mál? Nei, og ég held þeir öll þessu lofslagsvísindi er eitt mesta blöff sem hefur verið fundið upp til að afla peninga í globalisma. Já. Það er þannig. Veistu hvað lokatakmarka var í þessu dæmi? Nei. Það átti að finna það út hvort að sjórinn gæti bundið meira koltvísýring og bjargað andrúmsloftinu. Og á endanum var málið að geta selt kvóta. Ég hendi bara, þú veist, 1.000.000 tónum að vítisóti hafi fyrir þig þú veist, og kvitta út það sem þú veist að menga. Sko, þetta er bara alveg eins og þeir eru að gera með trén og svona og hafið áttu bara að taka við. En sko, hafið er ekkert súrt. Og hefur súrnunin jafn mikið áhrif að menn halda? Engin. Hún hefur engin áhrif. pH er að breytast frá 7 og upp í 10 í 11 vatn yfir sömrið. Það er engin áhrif. Þú er aldrei mýis alltaf svo, jú. Hann sagði það fórstu fyrir. Já, ég var nú búinn að vera með honum í 8 ár. Nei, það er raunverulega alveg ótrúlegt að mann skuli líta á þetta eins og vísindi páfans. Ég er bara að trúa það, ég spyr engin spurninga og það gerir engin eitt þó valður þetta 100 milljarð á ári pluss búsett í landinu. Þetta myndi ef það væri veitt meira, myndi leysa öll umferðarvandamál hérna í Reykjavík. Fólk myndi fara og flytja út á land og fara að vinna. Það eru fullt af kaupstöðum sem liggja í núlli. Já, já.
Vistfræði nálgun Hafró nánast engin. Það bara einn stofn. Það ekkert hugsað heildina svona eftir því sem ég fæ best séð, en ég náttúrulega ekki sérfræðingur. Ég veit að Jón örugglega ekki sammála mér, sko, en ég held að við séum í innviðaskuld við hafið. Ég held að við segjum það að taka 35 milljónir tonna loðnu og halda þessi bara allt í lagi og hafi engin áhrif. Ég ekki sammála því. Nei, það allt í lagi. Okkur getur greint á að við stöndum saman í því að þessu að það þarf að skoða þetta betur. Það hefur engin rétt fyrir sér í svona. Nei, það getur engin sanna. Nei. En við erum náttúrulega búin að sanna það. Þessar grísfjörnarkenningar, við erum búin að sanna það og gera það í vötnum. Og við erum náttúrulega búin að sanna árangursleysi við uppbyggingu á fiskistofnum við þurfum ekki að sanna 40 ár. En sjáðu, Hafró búið að sanna það sjálft. Hafró hefur sýnt okkur það að þeim hefur ekki tekist ætlunarverk sitt sem þeim var ætlað að gera, að byggja upp fiskistofnana á Íslandi í 40 ár. Það hefur ekki tekist. En þeir kenna umhverfisbreytingum sem engin veit hvort eru í raun eða ekki, en málið að sko tilraunin hjá þeim hefur staðið í 40 ár löngu áður en einhverjar umhverfisbreytingar hófst, ef þeir hafa hafið, sko. Já, skilja þeir það heldur ekki að við reyndum að mörka lífi úr öllum fiskstofnum hérna, botnfiskstofnum í 40 ár með hjálp útlendinga áður heldur en við færðum út landhelgina áður heldur en við færðum út það var allt eitt fyrir eina 6 mílur allt nema loðna við byrjum ekki að veiða loðnu fyrir 60 og 60 að lausnin á fiskveiði vandamálunum sé að reka togar nú fyrir 25 mílur eða 50 og veistu það í Noregi 70% af fiskinum veiddur í botntról. Já. Þannig að það bannað, það við. Já, en það engin að tala bann við því, en það má færa togveiðar utar til þess að það sé ekki árekstrar á milli línu neta. Það engan að gera þetta, ég veit það, en það verið að sterkar rættir í Attenborough og fleiri að banna þetta. Við erum að fríða 30% af íslensku lögsögunni. Það algjörlega tilgangs, það hvergi tekist. Auka fisk. Ekki út af því, en árekstur á milli veiðafæra hægt að gera. Það allt annar hlutur. Já, ég að segja það. Það annar hlutur. Það ekki á þeirri forsendu að það megi ekki veiða fisk í troll. Við þurfum að veiða rækju, humar. Hvernig komum myndirnar á snöruveiðunum? Hún svífur við botnin ekki? Jú. Já. En það trúið þið enginn? Nei. Auðvitað gerum það, segir sér bara sjálft, hún ekkert að skrapa botnin. Ég var nú að veit selung talsveit í snurru og ég skrapa aldrei botnin vegna þess að ég dreg bátinn að nótin. Já. Ég ekki að keyra í hana. Ég dreg hana að þegar að vængirnir eru kominir að, þá get ég gefið því, sko. Já, menn eru með snurrváðu landi, sko. Já. Og mývetningarnir, þeir byrjuði að fóra á drættina, þeir voru að draga og þeir þurftu að draga 2, 3, 4 sinnum til þess að hreinsa botnin og fá fiskinn á botnin. Já. Svo bara sumt sem við getum bara ekkert stjórnað ef þetta fer bara stað eins og með trollið. Þá þetta bara eins og með umhverfisbreytingarnar og loftslag og svona. Þetta verður bara snjóbolti og með hvalina, megi ekki veiða hvali og þú veist. Svo koma allar fiskveiðar á eftir. Og svo vilja þeir ekki. Já, það alveg hægt á því. Og heyrirðu hvernig þeir hérna auglýsa banna sko sjókvíaeldi? Já. Sjókvíaeldi náttúrulega hættulegt að því leyti að það að eyðileggja botnin. Já, veistu það? Drullunni sem kemur úr matargjöfunum. Já, ég veit það, en veistu það á landi þá fyrir allur úrgangur í sjóinn. Í landstöðum. Engin.
sem hirðir úrgang. En það hægt að hirða úrgang og nota hann í áburð. Það er bara dýrt. Já, en það hugmyndin hjá þessum stöðvum sem við höfum verið að byggja og á teiknuborðinu á Íslandi, bæði út á Reykjanesi og út í Vestmannaeyjum og víða. Hefur enginn gert þetta? Nei, en þetta hugmyndin. Já, hugmyndin var líka hérna í Þorlákshöfn. Já, en þeir hættu við þetta. Eru þeir hættu við þetta? Ég hef ekki heyrt af því reyndar, en það náttúrulega gæti hjálpað víða til. Þetta bara áburður, þetta bara lífur áburður. Hvað verður 1 milljón tonna loðnu sem degi hérna? Það verður krabbafóður og alls konar dýr sem éta loðnuna. En hvað þið eru nú báðir annars skipstjóri en fiskifræðingur? Ég hef svo óbúslega áhuga á loðnu og loðnuveiðum og loðnuhróknum og svona. Ég var nú framleiðslustjóri í frystihúsi og svona og þekki loðnuna lágirlega. Haldið þetta hafi engin áhrif á fiskkerfið þegar það mókað svona upp? Það hlýtur að hafa hellingsáhrif á vistkerfið. Og reyndar allar veiðar hafa einhver áhrif. Loðnan svolítið sérstakur fiskur. Já, norðmenn hafa til dæmis látið veiða lítið af loðnu af því að þeir líta svo á að loðnan sé fæða fyrir aðra fiska. Veiða aðeins lítið af henni þegar lítið af henni. Já, en þeir hafa aldrei, það engar stórar vertíðar sem hafa verið í Noregi á loðnu. Jú. Hvað eru það stórar? Ég hef það ekki öllur. Nei, það einhver 100-200.000 bestu árin hjá þeim. En það staðreynd að loðnan gerir hellingsgagn, steindauð. Já, hún gerir það líka. Það lífríkið, eða ekki, Jón? Líka það sem við setjum í klósetti. Já, það er rétt. Allt virkar þetta, sko. Það eru búin að reynsa allt úr því núna. Mín skoðun nú svo að þorskurinn, hann sem stjórnar loðnumagninu. Og með því að veiða meiri þorsk, þá kemst fleira á loðnu til Grænlands. Hann étur hann aðal á grunnslóðinni hérna á öðru ári. Já, ég meina það hlýtur að muna eitthvað þessi 35 milljónir tonna sem við erum búin að taka. Við erum að veiða það sem kemur restina og við látum alltaf $400.000 hrifna. Hvað getur þú fullyrt? Það þú orðin eins og félagarinn eins og Hafrannsóknastofnun að þú veitir hvenær 400.000 tonn eru eftir eða hvað má fara umfram 400.000? Nei, sko það búið að reyna þetta og þeir halda þetta sem þeir hafa aldrei gert samband, skoða sambandi milli hringningar og hérna nýliðunar. Nei. Þeir hafa aldrei skoðað það. En ég bara dreg í efa magnið því ég var á loðnu 1976 og þá keyrðum við í 10 sjómílur austur fyrir Reykjanes þá og þar vorum við í loðnu frá Kjöl og niður í botn í 10 míl ferð og þetta var 2, 3 og 4 mílur á breiddina. Loðnu kokkurinn. Hann var meira loðnu á til en sko þá var þorskveið á fullu. Þá voru ekki þessar takmarkanir. Já, var þorskveið en það var ekki mikil þorskveið. Og mestar voru þorskveiðarnar þegar við veitum ekki loðnu. Ég er bara að spá, eitthvað samband þarna á milli? Ég er búinn að segja þér þá áður að Knut Nakken, hann sagði það að þorskurinn hefði étið upp loðnunni í Barentshafi. Já, það er fræðilegt. Og allt annað og alla fiska og það var svelti, selurinn gekk á land og alltaf það var át þorsksins, það kom sterkur árgangur, við vissum ekki hvað það myndi gera og hann bara kláraði loðnuna. En eru við sammála það, svona í restina á þessum drengir, að það þurfi að taka til gagngerrar skoðunar allt sem Hafró er að gera? Það er bara lykilatriði og lífsnauðsynlegt að gera það og ég er alveg hissa. Og eru við sammála það? Já, gjörsamlega. Ég er alveg hissa á því að þetta skulle fá að ganga svona ár eftir ár. Án athugasemda. Já, og þó að sé dregið saman. Þorsteinn Pálsson fór með kvótanir í 140.000. Já. Og það endaði með því að fór allt í 30.
Ég man Sko, ekki. ef menn leita vel á athugasendum þá náttúrulega Jón búinn að aldrei að lefa okkur heyra í áratugji, en svo er líka fullt af erlendu vísindamenn sem eru bara sammála Jóni, en það berst nú aldrei hingað, sko. Þú sérð ekki fréttaflutning af efasemdamönnum vinnubröð Hafró í íslenskum fjölmiðlum. Aldrei. Þú sérð enga hvorki blöð, sjónvarsstöðvar, útvarpsstöðvar eða eitt eða neitt fjallum þessi mál. Já, finnst þið ekki skrýta að þeir skulle ekki hafa birt þessa frétt makrílinn? Jú, það er til dæmis bara það byrtir ekkert eða neikvægt fyrir Hafró. Þetta er bara típist dæmi það, og svo eru einhverjir, hvað maður að segja, gapuxar niður á Alþingi að gapa það að þetta sé virtasta og besta hafrannsóknastofnun í heimi og nota það í sínum áróðri fyrir stórútgerðina, ekki megi breyta einu eða neinu eða gera eitt eða annað. Sko bandaríska sjávarútvegs og loftslags NAOO, heitir það ekki? NOAA. Það er alveg sama skítasofnun. Hún segir þessi engar vísindalega vísbendingur það alla þessar hlýnun í sjónum kringum Ísland og vera að tala hér. Nei, þeir eru mjög slæmir í fiskveiðistjórn. Já, þeir hafa þó þessa vitneskju gegnum gervitunglamyndir og annað þess og tala um þú veist kannski einhvern svaka kuldapoll í sjónum suðvestur á landinu. Já, en þeir voru að toga með meislöngum vírum í 20-30 ár. Já. En mislöngum, já, hvernig gekk það? Þeir fengu aldrei neitt, sjómenn skildi ekki eftir svo löguðu þeir þetta. Þá fengu jafn mikið eins og fengið öll. Ég var að bjarna samlíka og við vorum að kasta trollinu, það var ekki bundið fyrir pokan. Á hverju ekki? Já, nákvæmlega, það var ekki bundið fyrir pokan. Við vorum í rannsókn og það var aldrei bundið fyrir pokan. En hvað voru það rannsókn? Hann skildi ekki skipstjórinn eða stýrimaðurinn. Vildu fiskifræðingarnir ekki láta binda fyrir poka? Nei, það var alltaf, ég var náttúrulega bara 16 ára á þessum tíma. Hvað voru þær inn að fá í trolli? Þeir voru að sjá hvað festist í möskuhónum og svoleiðis. Já. Á þess að loka poka? Á þess að loka poka. Mér fannst þetta rosa skrítið. Það er ýmislegt skrítið í kýrhausnum. Takk þetta því að fugli með kýrhausinn að þeir eru líka með troll sem finnmöskva aftur í, sem þýðir það að það reiður á undan sér og fiskurinn getur reiðið á bylgjun út. Ég hef aldrei séð að mæla straumin í troll. Nei. Þeir gera þetta erlendis að mæla straumin. Já, heyrðu, drengir, við erum búin að spjalla hérna í klukkutíma og ég þakka ykkur fyrir komuna og við vonum það að einhverjir opni augun og sjáu það að það þarf að taka til í Hafrannsóknastofnun á Íslandi. Það er gott fyrir ríkissjóð. Já, og við myndum kannski geta hjálpað stjórnvöldum að auka tekjur ríkissjóðs 50-100 milljarða. Þarna til honum að helminga starfsfólk á Fiskistofu Hafró. Já, það er einmitt við höfum það sem loka orð. Það var ekki, svo var hann bara reikið sjálfur. Ég þakka ykkur fyrir komuna. Takk. Takk sem leiðis.